Komið sæl, Biggi heiti ég með Íslensku torfæruna. Ég staddur núna við Ölfusarósa og er á leiðinni heim til Óskars Jónssonar. Kíkja á úlfinn hjá honum, hann var að undirbúa skoðun og ætlaði svona að sýna mér hvað hann var að gera. Eitthvað með mælaborð og ljós á bílinn til þess að geta fengið að keppa þessa sumar. En svo þið sjáið, þá er svolítið vetrarlegt hjá okkur. En fylgist með, við ætlum að kíkja á Óskar og skoða allt hjá honum. Takk! Hæ, ég heiti Óskar Jónsson, ég horf á Íslensku torfæruna. Sæll Óskar. Sæll veistu. Hvað segirðu gott? Ljómandi gott bara. Af hverju? Bara koma fyrir einhver íma fyrir sumarið. Já, þú ert búinn að taka úlfinn inn. Hann er komin inn. Og komið með framljós, Já. stefnuljós. Stefnuljós og allar græður. Ok. Ætti að fara með í skoðun eða? Já. Það eru nýju reglunar, nú verður hann að vera skoðaður. Verður hann að vera á númerum líka í keppninu eða? Já, númerum og... Var það ekki eða? Já, hann þurfti að vera á númerum og tryggður. Já. Það var ekki í reglunum að það væri skoðaður. Já, ok, það var nóg bara að fara með hann á númer einu sinni fyrir keppni bara aðeins. Já, ég tók alltaf númerin út bara fyrir helgið. Já, nú þurfum við að hafa það á. Já, nú þarf ég alltaf að vera með að skoða hann. Já, að vera límiðinn á. Já, ok. Og hérna, ertu eitthvað að gera í bílum annað? Já, hann hefur ekki komið lengra en þetta. Ég hef komið ljósin á og er búinn að finna til hérna mælaborðið og... Býðu náttúrulega að setja mælaborðið hann líka? Já, ég hafði sambandið á hann í frumherja. Þeir verða að geta skráð okkur kílómetratölu. Er það ekki bara sirka bát nokkurn veginn? Jú, þetta er allavega kílómetrastæðan þegar bílinn var rifinn sko, við byrjaði á hann. Þannig að næstu ferð í skoðun og þá er sama stað á mælinu? Já, það ekki spólar áfram, hvað er það að keyra 10-20 km á ári? Já, en tekur þau ekki bara úr þegar þú er búinn? Jó, þetta verður allt eins og úr honum aftur. Já, svo bara sett ég fyrir skoðun? Já, hann er Ford-bíl, hann fær 2 ára skoðun sko. Já, með Ford-bíl. Já. Gamli. Gamli kallinn sko. Ertu búinn að gera eitthvað sem við stöluðum við síðast? Annað en að púsa hann? Nei, ég held að ég sé aðalega búinn að rúnta með hann hérna út og inn, bara svona. Já, út úr skúrnum? Já. Það er hann ekki verið friðið inni? Nei, ekki alveg eins og hann átt að fá hann. Hvaða vesen er á þér? Það er alltaf eitthvað annað að koma upp á hérna, maður þarf aðeins að sinna hínu jeppanum og svona. Já, leikfanginu hínu? Hínu dótinu sko, vetradótinu. Já, sumar leikfang og vetrarleikfang. Já, maður eiga alltaf klæður. En hvað er planið hjá þér að gera í vetur? Er það bara pússa hann og fara svo að keppa? Já, það er nú eitthvað aðeins. Ég ætla allavega að opna mótorinn og kíkja á legur og svona aðtöku hvort það séu ekki örugglega í lagi með þetta. Ekki komið banki hann eða? Nei, alveg fullur smurþrýstingur, bara svona vera öruggur. Ég þarf hvort það eru slitnir 2-3 boltar í olíupönnunni. Boðar þetta ekki bara hættinu heim? Jó. Ég meina, ef þú skoðar þetta ekki, þá er það bara allt í lagi. Já, þetta er allt í lagi. Já, þá er þetta ekki til vesen. Ef þú opnar þá kemur eitthvað vesen í ljós. Já, eflaust. Og það er bara dýrt og leiðilegt. Þá verður bara að kaupa mér stærri og betri mótor, eða ekki? Já, meinar. En svo allir hinnir? Já, en það ekki. Það eru nokkrir að gera það, víst. Kannski maður hlýði bara völvunum og kaupi nýtrókerfi á hann og eitthvað. Valvan að spá því fyrir þig? Valvan var að segja það að ég myndi mæta með nýtrókerfi og... Bíllinn varstu nafngreindur? Já, úlfurinn. Já, úlfurinn. Nei, ég veit það ekki. Það verður bara að mæta afgangi. Þú ert búinn að vera með nógu hestöfl eða ekki fram að þessu? Já, ég slepp alveg. Mætti alveg vera aðeins meira. Það er ekki bara snúið dekkjum að maður sagðar? Jú. Bara að hækka drifin aðeins? Ég veit það ekki. Ég held að vanti aðeins upp á aðalega í vatninu. Upp á, getur ekki bara, ertu ekki gaf með 350 eða? Nei, hvað ertu með? LQ4.
Nei, hérna skiptingin sig. Jú, 350 skipting. Já, ég átti við það, ekki mótor. Það hérna, bara smella honum í dræfið. Ég smella honum í dræfið? Já. Já, ég reyndi það á Akureyri, ég smellti honum í annan gír þar. Já. Það var í fyrsta skipt sem ég gerði það, ég gerði örugglega aðeins svo seint, hann var ekki komin að næga snúningi að öðrum gír. Dó hann þá? Nei, hann dó ekki, hann konaði niður í honum og... Það steytti sér. Já. Það þarf að ná að halda öðrum gír til að ná yfir vatnið sem ég er. Já, ok, en ekki nóg bara að hækka hluturinn í honum og... Já, missir maður þá ekki snerpun í brekkunum. Þú ert með svo góða mótor, eins og Valvan sagði, bara nitro. Já, ok, já. Það var snerpa að koma. Maður er meira power, það er ekkert vandamál. Já, nákvæmlega, já. Það er hérna, kíkja maður saman hjá þér, ef við erum komnir ekki allavega. Já. Það sé að það er engin breyting. Engin breyting, nema það er komin hérna ljósin. Auðvitað. Græja maður. Meira sem stefnljósin. Ekki nóg að sína það bara myndbandið? Jó, nefnilega. Það farið bara fulla skoðun? Já. Hvernig er það? Meira þetta, bremsur og alla græður sko. Jöfnvelsins græja er þetta hjá þér. Já. Hvað ertu með hérna? Þetta er þessi blessaða skipting sem var að stríða okkur hann á Akureyri skipting. Skiptingin sem passar ekki. Og býtu nú við, fylgir hún þá alltaf með þó hún passi ekki? Nei, ég var bara að taka til og hún var ennþá undir borðið og hún var bara að fara út. Þannig hvort ef ykkur vil eiga hana að henda henni bara. Já, ok. Við veitum raunin ekkert hvaða skiptingin þið er. Nú, ok, þannig ég veit ekki, er hún ekki merkt það? Nei, ég hef ekkert grúskan eitt í því en okkur var selt þessi skipting sem 350. Já. Svo voru einhver að segja að það væri til eitthvað með 350 overdrive en ég veit ekkert hvort það sé rétt eða Ekki ég það. En hérna, þú ert með sponsa á bílunum sé ég. Já. Og er það einhver breytingar hvað þar? Það er aðeins í lausu lofti núna. Nú? Já, það er svona, menn eru eitthvað aðeins að taka hendurna tilbaka og svona. Við erum með eitthvað nýskið í ár? Já, menn alltaf svona eitthvað aðeins að fá að hugsa málið segja þeir og svona. Þannig að það er, allavega toppurinn er laus. Já, boltaðar á? Nei, ok. Hann er laus fyrir auglýsingar. Já. Hann er alveg auður og svo svona á maður eftir að fá fleiri svona svör. En málinga verður verða með okkur. Jæja, með Gúrians og fleiri. Já, og frárensli verður og kjarnabókald, þeir stíðu við bakið okkur en þá. Það var nú ekki mikill samdráttur. Nei, það má alltaf vera meira sko. Jó. Ef maður á að fara að fjárfesta í nýtrókerfi og eitthvað sko, þá... Já, það er hlýða ölluðinni. Já, þá fer nú aðeins að þykja veskið held ég. Þetta er svo lítið auka kostnaður. Þetta er svo ódýrt dót. Já, þetta er allt mjög dýrt dót. Það er eiginlega ekkert búinn að gera það, samt einhverju 1000 kallar farnir sko. Já. En þú ætlar að henda honum í skoðun. Já. Og það væntanlega fyrir sumarið. Já. Og hvað á eftir að gera til þess að hann fái skoðun? Það er einu atriði sem er eftir, ég þarf að koma þessu mælaborði í hann. Já. Það er okkur kílómetrastöðu til að gefa þeim og... Það er ekki nóg að það liggi bara inn í sætinu? Ég reyni kannski að festa það eitthvað aðeins. Teipaði við? Teipaði eitthvað staði, beinslaði eitthvað staði eitthvað. Ég finn eitthvað sniðugt út í því. Og hvað, er eitthvað annað? Svo er það bara held í handbremsan. Það er bara ekki handbrems í bílu núna. Já, þú meinar? Það er eitthvað issue fyrir það að bremsurnar virka allir. En hann bremsaði vel að bílina ekki? Jú, það er snarður. Það er bara handbremsu? Það er bara engin handbremsa í bílum. Nei. Það er patrólhásingar og patrólunar með handbremsun á drifskaftinu. Áttu hana til? Nei. Nei. Já, jú, það getur vel verið að hann liggja eitthvað stáður út í sveit en við nennum ekkert að smíða þetta á drifskafti. Og hvað þá að gera? Ég finnum bara einhverja dælur sem passa og... Já, breytir bara dælunum? Já, ég seti bara aðra dælur sem eru með hérna svona handbremsu unit á. Já. Allavega fyrir skoðun? Já. Nákvæmlega. Þá allavega virka þá. En hérna, fyrst þú nú kom, það væri nú að opna hútið aðeins. Já. Það er ekki hægt að skoða toffarbílum með svona hútið á hann.
Reiðað upp fyrir okkur. Hvað erum við að horfa á? Hérna L-4 og hérna kínabína. Alveg risa kínabína. Risastór kínabína. Ertu það ekki með mikið lagg á honum? Á lágum snúning? Jó, enda konverterinn í að stalla í 3 og 5 sko, hann læsir sér ekki fyrir þá sko. Nei, en þarftu ekki samt nýtróið? Það svona smekksatriði. Það alveg pæling og það alveg búin að detta í hug að fá nýtrókerfi í hann sko, bara að skjóta hann á stað og svona sko. En það ekkert vitlaust. Nei. Það alveg gaman að pröfa það. Danni gerir þetta nú hjá sér Já. Á hérna Green Thunder. Já. Hann virtist meina að það virkaði vel. Já, ég held að þeir láti vel að því sko, þegar þetta komið í. Aron Ingi, hann með þetta hjá sér, búinn að með smá tíma. Já, og Ingo, ætlar ekki orðið að setja þetta líka á? Jú, hann var eitthvað að tala um það. Já, þannig að ég held að það... Hann talaði ekkert um völvunar reyndar en... Nei. Þetta er úr pick-upið það ekki, sagður? Jó, ég held að þetta kom úr okkur 2500 pick-up. Já, og náttúrulega vel keyrði það ekki? Eflaust, við veitum ekkert um það. Þú veit ekki kílómetrar stöða, nei? Þetta var bara og það búið að eiga eitthvað velina það? Ég náttúrulega tók hana, við tókum hana og skiptum ás og göpum hringina og settum ARP pinbolta í headinn og stangirnar. Já. Og man ekki hvort þeim gert eitthvað meira. Ef það hefur verið úr mannstað ekki þá er það rosalega merkilegt. Eitthvað leyndarmál sem enginn má veita. Já, við gerum eitt svona, við settum tókum nálalegurnar úr rockerrámunum. Nú? Settum koparfóringar í staðinn. Hvernig akkur gerir það? Skilst að það hafi verið veikur hlekkur í þessum vélum þegar það var að snúa þeim upp í hátt í 7 snúningum. Já, ok. Nálalegurnar þar er eftir að gefa sig og þá missverður nálarnar út alla mótor. Og þú veit að renna fóringarna sjálfur eða? Nei, keypti bara tilbúið kit. Nú er þetta til í þá bara? Já. Þetta er bara... Alþekkt vandamál. Já. Skilst það, það er einmitt eitt af því sem ég langaði að opna og kíkja á þessar fóringar hvort það sé nokkuð komið eitthvað slagið þar. Já, eins og ég sagði það. Það skapar bara fyrir að skoða mikið. Já, en ef þetta er svo bara í lagi þá kannski bara fæði maður baldur á staðinn og láta þetta snúast aðeins meira og tökum meira út úr þessu. Hvað ertu að blása mikið inn á hana? Þetta er bara 10 pund. 10 pund? Já. Og það er eitthvað lítið, sæklusislegt? Það er mjög lítið, það var svona ákveðið svona, byrjum á að læra á bílinn. Þú mátti það ekki? Var ekki eins og bannaði það? Er ég að misminna? Nei, ég held að við bara ákveðum það að byrjum þarna, við erum nóg eftir. Við getum tekið alveg miklu meira út úr mótornum ef við gerum það. Þú ert með 8 gata, 10 pund, Aron Ingi á Storm, 4 gata, þeir 80 pund. Og á eitthvað inni. Já, en það væri búinn að finna til sko inngormurinn í viskiti. Já. Sem fylgdi með því. Hérna förum við upp í 15 pund, held ég. Já, meinar. Þannig að ég held að pottþétt við setjum hann í fyrir sumarið. Hvað var aftur hestöfli, manstu það? Nei, það er svo sem óvitað. Það er einhver stað að danlandi kringum 500 kannski. Já. Svona, fyrstustu vonir. Þannig að, já, og svo það var eftir að kynna mér aðeins betur reglurnar með bensíni. Já. Við höfum að vera á löglegu bensíni. Ég veit ekki hvort að reiskar sé löglegt á göttunni. Nei, ég nú ekki. Ég þekki það bara ekki. Ég held að allir hinnir keyri samt á reiskar síðan. Göttuvélarnir? Já, ég held það. Já, ok. Ég var bara ekki spurt að því eins og ný. Það er eitt af atriðunum sem ég ætla að kanna fyrir sumarið, hvort að það sé ekki alveg fullkomlega löglegt. Já. Menn getur þá bara kommentað undir þessu vídeo hjá okkur að hvort að það megi. Það er gaman að vita það. Ekki ljúga áhorfendur. Nei. Ég veit það best. Já, sófarittararnir. Ha? Sófarittararnir. Já. Þeir vita allt best. Þú ætlar ekki að breyta nefnum skiptingu með líka hút með ljónakassan, það ekki? Nei. Nei? Ég er með... MP205 eða? Nei, 208. 208? Og... Það er álkassi sko, þannig að... Og ég er bara kæðið inn í honum? Já. Þannig að þetta er bara raun og veru... almost. Já, þetta er keimlíkt. Mér skilst að það muni einhverju 15-16 kílóum á þessum kassa og ljónakassan. Já, ok. Tóð þessi svo áli. Já. Eru hjólinn inn í honum, þetta er alltaf ekkert ál þar? Nei, það er alls ál sko. Já.
Þú ert ekki að létta það mikið. Rænt meir svo, ég hef lágadrifið sko. Þú ert með lágadrifið? Já. Það er ekki hjá hinum? Nei, ég get skellt í það ef ég stúta fyrsta gildum í skiptingunni og keypti öðrum eða þriða eða eitthvað svoleiðis. Sett í dræfið? Já. Það er lítið gott. Það var einmitt eitt atriðunum sem að Gísli G benti mér á. Já. Þegar við varum að byrja að smíða. Hvað var það? Hann sagðist einhvern tímann að redda sér á því að hann var búinn að grilla fyrsta gírinn í skiptingunni. Skellt hann bara í lágadrifinu og keyrði bara í öðrum eða Á þriða. páfaglætinu? Nei. Hann er með páfaglæt? Var hann með páfaglæti? Já, í steranum, kókumjólkinu á því, það var páfaglæt í honum. Hann sagði... Hann var alltaf að hamstra plánutugírina, Já. stóra gírinn sko. Hann ætlaði að segja mér að hann hefði náð að redda sér einhvern tímann. Já, það er. Til að klára í... Það kann að vera að hafa verið 350 í, maður veit það ekki. Eða eitthvað annað? Hann er búinn að vera í mörg ár, ímislegt verið að myndi ég trú á. Jú. Heyrðu, þá er bara næst að kíkja í skoðun, eða ekki? Já, við mættum að finna út úr hvernig bremsu við finnum hann aftan á. Já, það er bara klikk hérna á myndaðin, þá verður komin í skoðun. Já. Heyrðu, takk fyrir að sýna mér og mér hlakkar til að elsta því í skoðun. Búinn að keyrir upp á, ekki Selfoss? Jú, við bara rúllum þangað. Já, bíllinn í skoðun að hæður. Takk fyrir. Ekki máli. Hæ, ég Óskar Jónsson. Þú ert að horfa á íslensku tónfari.